Góðan daginn og velkomin á Frelsi TV. Pétur Axelsson heiti ég og í svona útilegu útsendingu núna. Og það svo sem að nóg að taka í geðveikinni á Íslandi. Það engin skortur á því, eða sturlunni, ef ég kalla þetta. Og það veit eiginlega ekki hvar ég á að byrja. Ég held að við byrjum aðeins á verkföllum og öllu því rugli frá upphafi til enda. Sko, það sem verið að gera, ég veit ekki hvort það hefði séð svona í útlöndum, þar sem að menn eru með svona skeljar sem að verið að gambla peningum og vitir hvar baunin undir skelinni og þau vitið alltaf hluti af trikkinu að það einhver í hópnum sem að spila með skeljakallinum. Hann kemur og leggur alveg fullt af peningum og vinnur alltaf. Svo kemur þú, fórnarlambið, og setur pening og þú tapar alltaf. Og þetta svona blekkingarleikur. Og láglauna stefna eða ástand fátæks fólks á Íslandi svipað. Að það eru margar skeljar sem alltaf verið að blekkja því með. Og ég var að hlusta á í vinnuskúrnum hjá herra sósíalista, herra yfir sósíalista á Íslandi, Gunnari Smára, og bara vitleysan sem vall út úr vinnuskúrnum og þessu verkalýðsfólki var alveg ævintýraleg. Það svo geðveikt að það varla hægt að tala um það og grátandi. Sko, þessi verkalýðsleiðtogar voru að tala um svona hlutverk verkalýðshreyfingarinnar. Og spurningin var, á verkalýðshreyfingin að vera að skipta sér mannréttindum til dæmis. Og þá sagði Ragnar held ég að já, það bara eitt af hlutverkum verkalýðshreyfingarinnar og mannréttindum ellendis og bara utanríkisstefna verkalýðshreyfingarinnar. Og bara, já, ok. Þannig að við erum sérst með ríki eftir ríki eftir ríki á Íslandi sem lifir á því að innheimta skatta og gjöld með ofbeldi eða valdi. Og það sem sagt ríkisstjórnin fyrst, eða ríkið, þið raunverulega ríki sem kallað þeir innheimta skatta með valdi eða ofbeldi. Og þeir eru með mannréttindaskrifstofu til dæmis. Og eru mikið að tala um mannréttindi og eru með stefnu út af erlenda stefnu til dæmis. Nú síðan með borgina. Og borgin innheimtir skatta og gjöld með ofbeldi, valdi, og þeir eru með mannréttindaskrifstofu líka. Og nú svo verkalýðshreyfingin sem með innheimtu á sköttum og gjöldum og lífeyrissjóðsgjöldum og hvað þetta heitir allt saman. Og þeir innheimta það allt saman með valdi og ofbeldi líka. Og þeir eru með mannréttindaskrifstofu líka. Þannig að litla grey verkakonan sem vinnur með 260.000 krónur á mánuði og býr í ruslageymslunni hjá frænda, að það dregið af launaseðlum hennar til þess að halda uppi 3 mannréttindaskrifstofum. Og nú svo hún kannski að horfa á sjónvarp, eða hún með sjónvarp í ruslageymslunni, eða ruslakompunni þar sem hún fara að hýrast, að þá fær hún gíróseðil fyrir afnotagjöldum líka, sem innheimt með valdi eða ofbeldi líka. Og og ef hún ætlar að fara í ferð til Borgarfjarðar, þá hún rukkuð þar fyrir að keyra í gegnum göngin heiluga. Þannig að þetta eru svona 3 skeljar sem þið sjáið. Svona blekkingaskeljar. Svo það alltaf að rífast. Verkalýðshreyfingin að gera kröfu á ríkisstjórnunum að gera eitthvað og Reykjavík að borga með eitthvað skoðanir og að lækka, koma inn í málið og jari. En ekkert gerist.
grei kerlingin sem að skúra klósetin eftir þig, að hún bara býr ennþá í ruslakompunni hjá frænda eða einhverjum eða kannski bara og enginn veit af henni þarna í ruslakompunni sko. Og hún bara búin að gera samning við það að gera ruslakallinum greiða sem eini sem sér þessa ruslakompu eða eitthvað svona, skilur. Þetta alveg fáránlegt ástand. Og þetta þessi svokallaða elítumafía sem að kynni sig sem valdstjórnin. Og ég hef skýrgreint þá sem skipuleg glæpasamtök. Þannig að skúringakellingin sem neydd til að borga afnotagjald af útvarpi og sjónvarpi situr og hlustar allan daginn hvað Ragnar góður og Sólveig æðisleg og Vilhjálmur Birgis alveg bara bestur í heimi sko. Að þá eru þau með sem sagt innheimta í alla þessa lífeyrissjóði. Og Ragnar ætlaði að slá einhverja keilur í einhver PR-skrifstofu og sagði hann, já, hérna, var ekki sniðugt að þú bara gerir eitthvað hótanir gegn almenna leigufélaginu sem með hulda eignaraðild sem þýðir að elítumafían og lífeyrissjóðin og allt þetta pakk á leigufélagið sem kom síðan fram. Að því hann sagði, já, ég ætla ekkert að setja hérna 4,2 milljarða inn í þennan banka til þess að hann geti lánað almenna leigufélaginu peninga til þess að kaupa íbúðir og hús til þess að leigja mínum félagsmönnum. Pældi því þess. Pælum að því. Þess að lífeyrissjóðsgjöld eru innheimt með valdið ofbeldi til þess að láta peningana fara í banka eitthvað sem að lánar þá peninga á einhverjum gjafavöxtum til leigufélag sem síðan kaupir íbúðir og leigir félagsmönnum þessara vitringa. Og það svona sem að elítan virkar. Þetta eru elítubönnin sem að Guðjón kallar. Þetta eru börn lýginar eins og ég kalla. Þetta eru börn lýginar. Og fólk bara situr og horfir og hlustar á þetta og veit bara ekkert hvað á að gera. Og tekur undir það að Pétur Axelsson sé nú bara eitthvað geðveikur. Eða hann sé nú bara stór hættulegur eða eitthvað svona. En í raun það sem að þarf að gera bara að brjóta allt þetta drasl niður eins og að leggur sig. Eins og vikingaflokkurinn.is einmitt leggur til. Að skúringakonan sem býr í ruslakompunni, hún fær bara sín kvótabréf og rafmagnsbréf og túristabréf bara beint inn til sín einu svona ári eða 4 sinnum ári eða hvernig tíðnin á því og þar með bara eru allir í góðum málum og sko fátækt og þessi staða fólks, þessi leiguliðavæðing Íslendinga skipulögð sem sagt samsæri og ég nú sanna það svo ofta að það hálfa að vera nóg. En síðan gleymum við einu, já ég gleymdi ekki, ég myndist ekki á einn aðila í viðbót sem í raun Seðlabankinn, sem erlendur kartel, erlend glæpa klíka sem rekur hann. Og þeir sjá þessast, og svo hún einhver hjá alþjóðabankanum að mæta og þessir IMF-erar og allir þessi mæta reglulega og leggja svona línunar fyrir íslenska pólitík og það sko merkilegt að í svona lánasamningum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þar tekið fram að skilyrði sko að fóstureyðingum sé fjölgað að bólusetningar séu keyrðar í gegn af þvílíkur hörku að þeir koma bara með svona kröfur og þeir eru í þeirri stöðu þeir stýra allum vöxtum, þeir stýra peningamagni í umferð og ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því í hruninu, þetta nú meira sem eitthvað Marino og henni heilagi talar ekki einu sinni að þegar að hruni var skipulagt
þá bauð Seðlabankinn bönkunum, dótturfyrirtækjum sínum, bauð þeim bara að geyma alla peningana á einhverjum 15% vöxtum, einhverjum fáránlega háum vöxtum, sem þýddi að þeir þurrkuðu bara upp lánsmarkaðinn, sem þýddi að þeir fristu, þú varst kannski að stækka og þá gast ekki selt af því að enginn kaupandi fékk lán til að kaupa þér hina íbúðina og þeir sem sagt gjörsamlega rústuðu markaðum fyrir þeim sem voru eitthvað tæpir, sko. Og síðan engir samningar við neitt, sko, bara allt keyrt fram á hörku, eignunum sópað inn í íbúðalánasjóð og Gamma og fleira slíkt, og síðan var þúsundir, eða ekki 2000 íbúða seldar út úr íbúðalánasjóði í einhverja einkavinni til þess að leigja, og Seðlabankinn í gegnum alls konar fyrirtæki kringu sig, Gamma og þeir sópuðu til sem fullt af eignum og létu vinnu sína fá til þess að leigja. Og þetta er nákvæmlega það sem Thomas D. Jefferson sagði bara 1700 og eitthvað, eða 1800 og eitthvað, eða 1700 og eitthvað. Hann sagði, sko, ef að landsmenn þá í Bandaríkjunum, eða ef Amerikanar, og við getum sagt bara, við getum heimfært þetta yfir á Ísland, að ef að Íslendingar eru svo heimskir að láta Seðlabanka, einkarekinn Seðlabanka, stýra peningamagni í umferð, að þá mun Seðlabankinn og fyrirtæki í kringum hann sópa til sín öllum eignum landsmanna þar til að þeir vakna upp eignalausir á landi sem forfeður þeirra numu eða yfirtóku. Og þetta er nákvæmlega sem er að gerast á Íslandi, alveg í smáatriðum. Og sko, með því að stoppa, sko, peningar eru búnir til með því að lána. Þegar einhver tekur íbúðalán, þá er búinn til peningur í umferð. Og þegar lán eru dregin tilbaka, svona eins og með þessum reikningu sem Seðlabanki var að gera, þá er peningar dregnir úr kerfinu. Og það er þetta sem Thomas Jefferson var að segja, að auka og minnka peningamagn í umferð. En það er enginn að tala um þetta, ekki á Sprengisandi, ekki í Vinnuskúrnum, ekki einu sinni hjá Síðdegisútvarpinu og Útvarpssögu, Rás 2 er ekki að tala um þetta, enginn í sjónvarpsstöðvunum er að tala um þetta, það er enginn að tala um þetta. Af því að það eru allir á hreinu með það, á meðan ég fæ að vera í elitinni, eða fæ að vera verkalýðsleiðtogi eða bankastjóri eða prófessor eða rektor eða eitthvað, þá ætla ég bara að þegja. Ég ætla ekki að taka svona vitlýsingar eins og Axel í viðtal. Og ég ætla bara við tölum ekkert um þetta á meðan allir hafa það og gott, nema þeir sem að búa í ruslageymslunni hjá frænku, sko. Þeir eru náttúrulega voðalega ósáttir, sko. En þeir eru svo heimskir að þeir vita ekkert hver vindáttin er. Þeir vita bara ekkert hvað er að gerast. Og þess vegna með Víkingaflokknum og þessari, þeir lesi bara farið á víkingaflokkurinn.is og sjá þeir nákvæmlega sem talað um þar. Þá er sko með að taka kvótabréfin til dæmis og setja þeir beint til einstaklingana, þá bara búin að sniðganga alla þessa vitleysu, sko, eins og hann leggur sig. Og ég hef nú verið að auglýsa svolítið eftir að fá að komast meira með þessar hugmyndir í fjölmiðlunar. Og einu sem hafa rætt við mig eru þarmagerðunar sem er verið að reyna að nota sem svona gatekeepers. Þeir eru svona reyna að halda kontról á þessu, sko. Að þeir sjá til dæmis að Ríkisútvarpið sem hafi sagt vera lýðræðisútvarp, sem ég segi að sé lýðræðisútvarp, þeir hafa aldrei talað við mig, ever. Ekki meira þegar ég var í stjórn hagsmunasamtaka heimilanna þegar allt var í gangi, þá datt Silfri Egils ekkert í huga að taka mig í viðtal. Af því hann er hluti af þessu skipulögðu glæpastarfsemi. Og þá komum við að bóluefnunum
og af því að þið sjáu þetta liðir allt saman að dansa í kringum gullkálfinn sem að Seðlabankinn sem í eigu erlendra glæpasamtaka, að það koma skilyrði með að láta þetta allt saman ganga, sko, að fóstureyðingar séu að drepa eins mikið af börnum og hægt er og bólusetja. Þetta eru kröfur sem koma að utan frá Sameinuðu þjóðunum og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og hvað þetta heitir allt saman. Og þess vegna er verið að nota þessa elítu, eða sem sagt elítan er að uppfylla sinn samning með því að keyra bóluefni sem eru baneitruð eins og eru stunduð í dag, sko. Ég er ekkert í prinsipp á móti bóluefni, sko. Það er eins og ég er ekkert í prinsipp á móti hnífum til þess að skera brauð eða eitthvað svona, en ég er í prinsipp á móti því að hnífar séu notaðir til þess að stinga fólk til bana, skilurðu. Og þess vegna er, sko, umræðan er öll í áróðurs stíl. Þar sem að byrjaði bara að segja anti-vaxxers tók eftir hjá þarmakettunum og þar voru gestir þar sem að fengu bara að segja já, anti-vaxxers eru bara stórhættulegir. Það er bara stórhættulegt fólk, sögðu þær. Og þarmakettunar létu þetta bara renna í gegn án þess að svara nokkru. Og þið munið nú hvað önnur þarmakettan sagði þegar hún var að stoppa mig með eitthvað sem var alveg svona réttar en þetta allavega. Að þá var, nei, stopp, já, ég þarf bara að hafa alla staðreyndir á hreinu og bara. En þessir fá bara að segja eitthvað svona. Án þess að vera nokkuð stoppaðir, af því að þeir eru náttúrulega sammála þessu, sko. Það eru þeir svolítið elítu plebbar, sko. En málið með bólusetningar er að til dæmis CDC í Bandaríkjunum, þeir eiga flest einkaleyfi á bóluefnum og CDC rakar hinn skriljónum á einkaleyfi á bóluefnis einkaleyfum. Og bóluefni geta verið alveg ágætt ef þau eru notuð rétt. Eins og hnífar geta alveg verið ágættir þótt að sé að það fremja morð. Þetta er þessum bóluefna iðnaði eins og hann er í dag er stýrt af fólki sem er í eugenics hreyfingunni sem vill fækka mannkyni. Og þið getið einfaldlega fundið vídeó þar sem að Bill Gates segir þetta opinberlega. Hann segir einfaldlega að við ætlum að fækka mannkyni með heilbrigðisþjónustu og bóluefnum. Og það er alltaf þegar maður heyrir þetta og sér framkvæmdin á þessu, til dæmis læknir eða hjúkrunaraðili sem er að sprauta börnin, þeir yfirleitt sýna þér ekki innihald þessi stóra miðan sem kemur með öllum viðvörunum. Þeir láta þið ekki skrifa undir það, að þú hafi lesið þetta áður en að þessu öllu var sprautað í þig eða börnin þín. Og lögin eru þannig að sá sem er að sprauta þig eða börnin þín ber enga ábyrgð þótt að börnin þín drepist bara daginn eftir. Þá er sá sem er að framkvæma að bólusetninguna stikkfrí. Og 2015 til dæmis, þá var íslenska ríkið dæmt til þess að greiða 30 milljónir til 2 einstaklinga út af bóluefna skaða, lífið þeirra bara ónýtt. Þeir bara bíða þessar, það voru 2 stúlkur sem mun aldrei bíða þess bætur að hafa orðið fyrir bóluefna skaða. Í Bandaríkjunum þar voru þeir að skríða yfir $4 billjón í skaðabætur út af bóluefnum. Og þá eru þeir að tala um það að það sé afgreiðsla á cirka 30% af þeim málum sem að liggja fyrir. Þeir ná ekki að afgreiða öll málin, það er svo mikið að bóluefna skoðum. Og allir sem að eru, það eru mjög margir sem að fara fremstir í flokki í þessu sem þeir kalla anti-vax hreyfingu, sem ég vil kalla curious, careful vaxxers, þeir vilja fara varlega og ég er careful vaxxer
Ég er ekki anti-vaxxer eða pro-vaxxer, ég er careful, ég vil vera varkár í því sem verið að gera. Og að mínu viti, þá er nægilega mikið af sönnunum til þess að staldra við. Og já, eitt sem ég ætla að bæta við þarna í sambandi við, að sem sagt, ef það verður bóluefnaskaði, börnin bara bíðast aldrei bætur, þau eru bara heiladauð það sem eftir ævinnar, eða bara deyja hreinlega, þá borgar þú sjálfur skaðabæturnar, eða sjálf. Sá sem framleiddi bóluefnið borgar ekki krónu. Sá sem að gaf þér eða barninu þínu bóluefnið borgar ekki krónu eða ber enga ábyrgð á neinu. Það er ríkissjóður sem að borgar, sem eru skattarnir þínir sem ég var að tala um áðan, sem er innheimtur með valdi. Og Andrew Wakefield, hann er þessi breski læknir sem að menn er að tala um, að mikilli vanvirðingu, að hann einfaldlega er einn af þessu fáu sem að vinna bara eins og læknir. Hann sagði bara allt í einu kom bara fullt af fólki inn á læknastofuna mína og börnin sváfu ekki og engdust í kvölum allar nætur. Og hann var svona meltinga fara sérfræðingur. Hann sagði bara, þannig ég fór bara að rannsaka þetta, hvað þetta gæti verið. Og þá sá hann að þau voru allt bóluefni, þessu MMR bóluefni. Og eða voru í þessum bóluefna schedule sem er. Og hann fór að velta fyrir sér að ákveðnir þungmálmar eða dót sem er notað í bóluefni, að hann fór að, eins og bara vísindamaður, hann fór bara að rannsaka þetta. Og þá komst hann að því að þegar þeir gera kannanir á öryggi bóluefna, þá skoðaði bara eitt bóluefni í einu. Og það sem hann gerði og byrjaði rannsókn með var að rannsaka uppsafnaðan skaða af þessum tungmálmum sem eru notuð á fóstur. Það eru fóstur sem eru brytjuð niður og blandað út í súpuna, bóluefnasúpuna. Þess að hann fór bara að mæla saman uppsafnaða eitrun af bóluefnum. Og fyrir það varð hann fyrir full-blown fleimingu, svo við guðum hvernig, hann var fleimaður. Hann var sérst full-blown fleimaður og misti læknaleyfið og dímoniseraður bara eins og hann var í djöfulli sjálfur fyrir þessa rannsókn sem að á í raun fullan rétt á sér. Og hann er komið með læknaleyfið aftur, hann flúði land og ég held að hann hefði fengið læknaleyfið í Bandaríkjunum eitthvað annars staðar. Og þetta eru sem sagt vinnubrögðin sem er í gangi. Og þessi vinnubrögð munu enda með því að það fer enginn til læknis. Það mun enginn treysta læknum eða læknastéttinni eða hjúkrunarkonum eða hjúkrunarstjettinni. Þetta er bara hægfara sjálfsmorð af þessum greinum sem er sjálfum sér ágætt. En síðan er annað sem að benda á að það er hvernig þeir rannsaka öryggi bóluefna. Þess að meira í sambandi við rannsóknunar. Til þess að kanna hvort að bóluefni séu örugg, þá sita þeir, þá eru með 2 skammta, það er yfir svona placebo og síðan lyfið. Það er svona sem yfirleitt er gert. En það sem þeir gera til þess að kanna þetta, sem er náttúrulega fúsk og hefur enga tengingu við vísindi, að þeir taka bóluefni og setja öll eiturefni sem verður að gagnrýna. Álið, þungmálmana, kvikasilfrið, setja allt það eitur og síðan er með þess að það er placeboið og síðan er með lyfið sem er með þessum viðbætta lamaða vírus þá sem á að vera vörnin. Þetta bera þið saman. Þú getur ekki unnið svona. Þú þarft að vera með hreina placebo til þess að geta mælt þetta. Og bara allur óhæðalegin í þessu er alveg svakalegur. Þannig að það sem er að gerast er að fólk er bara að missa trú á þessu. Fólk bara, nei, ég ætla bara að sleppa þessu. Þetta er bara stórhættulegt. Og ég meina, ég fekk mislinga. Ég er ennþá lifandi. Og ég man þegar ég fekk mislinga, þá var enginn sem ég vissum eða þekkti ever með sykursýki. Á þeim tíma var bara óþekkt að fólk ætti erfiðleikum með eignast börn. Það bara
urðu bara allir óléttir sem voru að hríða, sko. Og glútenónæmi það enda tengist öðru, en það tengist sem sagt glyphosate eitrun á hveiti rétt á hann og étrun. Það var bara engin með glútenónæmi, það var engin með alla þessa krónísku sjúkdómi sem í gangi í dag. Núna eru bara allir með eitthvað svona, og það markmiðið. Markmiðið að gera alla fársjúka. Þannig annarkvort ert þú veikur eða veik sjálf, eða þú ert að hugsa eitthvað sem veikur. Og þetta planað. Það þetta að finna áætlanirnar þetta. Það þetta að finna hvað þetta planað, bara hreint út sagt. Sérstaklega ef þú hlustar á þessa eugenics plebba. Og þannig að þetta svo rosalega glæpa starfsemi að það bara alveg ævintýralegt, sko. Núrenberg réttarhöldin eru bara brandari yfir liðan þessu. Þetta vistu að flestir sem voru í vondum verkum í Þýskalandi fóru allir til Ísrael eða Bandaríkjanna gegnum Operation Paperclip. Þannig að nú það. En annað sem að gerast, það að menn að velta fyrir sér, og ég reyndar þeir sem eru kristnir, eiga að skamma sín. Til dæmis fyrir að ganga ekki í Víkingaflokkinn og styðja Frelsi TV og bara beygja sig undir þennan dauða kúltúr fyrir eitthvað smá pening í vasan. Og skömmin á að leggja þar finnst mér. Að sambandi við fóstureyðingarnar. Þeir munið þennan gaur sem var tekinn út núna, þingmaður í Bandaríkjunum, sem blackface. Sko menn að spyrja, af hverju verið að setja fóstureyðingar eða fósturmorð eins og ég vil kalla það, hverju verið að setja fósturmorð til 20. ára annarra viku. Það alltaf verið að teygja þetta upp, að þeir alltaf að gera það sem að þessi blackface þingmaður glóbraði út af sér í Bandaríkjunum. Hann sagði að þeir vilja taka börnin lifandi út úr móðurinni og halda í þeim lífi. Já, við munum láta börnunum líða vel og síðan verða svona samræður við móðurina og svona einhverja fræði menn í kringum þetta og síðan verður tekin ákvörðun það hvort það eða barninu ekki. Ástæðan fyrir þeir að gera þetta að ef þú drepur fóstur eða myrðir það bara svona alveg upp að fæðingu, þá færðu cirka $5.000 fyrir líkið á hinum opna markaði. En ef þú nærð barninu lifandi af móðurinni og feðrinum og þér tekst að halda lífið í smá tíma, þá sitaði barnið strax á þessa markaði, sko. Þannig að þú getur farið að bjóða í líkanspartana í barninu. Að með að ná barninu lifandi út úr móðurinu og síðan að rugla hann alltaf og bulla til einhvern veginn eða borginni prósentur eða hvernig það virkar, þá fá þeir cirka $50.000 fyrir barnið. Þannig að þetta snýst bara peninga og gróða, sem einmitt það sem að Seðlabankinn og bankamafían snýst öllum einhverja pening og eitthvað gróða. Og þetta það sem að vitringarnar á Íslandi kalla populisma. Og nú verið að tíma sem þetta svona populismi. Það eiginlega, populismi, hvað þýðir það? Það þýðir ekki neitt. Þetta í raun raunveruleikaismi. Þetta ekki populismi, þetta raunveruleikaismi. Það gríðarlegu fjölda fólki sem farin að sjá raunveruleikann og til dæmis sjá að hvítu hjálmarnir voru bara svona sveit til þess að hlaupin í rústirnar og sækja hálfdasaða dösuð ungmenni til þess að selja líffæri. Populismin raunveruleikaismi, þar sem fólk farið að sjá raunveruleikann. Og sjálfsögðu skelfur elitan á beinunum og þess vegna allt þingið að hamra á Trump og þeim sem eru að vinna eftir kristnum gildum og raunveruleikanum, af því að þetta fólk allt saman, landlæknir, fjölmiðlamenn á Íslandi, allt þetta pakka og eftir að lenda fyrir Núrenberg 2.0.
þeir sem voru í fjölmiðlunum í Þýskalandi lentu fyrir Núremberg líka. Ég veit að það var fullt af blekkingum þar, það var fullt af rugli sko, en samt ákveðin prinsip sem kom út úr því, sem að munu haldast yfir í Núremberg 2.0. Og þar mun sita fólk eins og ég til dæmis í þeim dómi. Og ég hef verið að velta því fyrir mér sko, þið vitið náttúrulega að ég í prinsipi á móti að fólk taki líf af öðru fólki, prinsip ég á móti því, en ég skil rosalega vel núna hverju þjóðir hengja fólk og brenna það og drepa fólk. Ég skil það alveg. En og til dæmis þegar ég að gagnrýna þessa framkvæmda bólusetningu, þá halda menn allar ég sé eitthvað að hata eitthvað eða móta einhverjum, sko það má líka segja að ég sé að gera þetta einfaldlega út af umhyggju fyrir læknastéttinni. Ég hef haft fullt af frábærum læknum í mínu lífi og þetta allt saman yfirleitt mjög gott fólk og hjúkruna, mamma mín var nú hjúkrunarkona til dæmis. Allt mjög gott fólk, sama má segja í kaþólsku kirkjunni, það allt fullt af góðu fólki í kaþólsku kirkjunni sem að reyna að hjálpa fátækum með því að safna öllu gullinu og senda það til Vatikansins. Og sama í þessu humaniska kerfi sem að við sjáum vera að fara til andskotans núna. Það fullt af fólki sem að telur það mjög gott að safna sköttum til þess að hjálpa fátækum, en það fattar ekki með því að taka skattana, þá það að gera fólk fátækt. Það fullt af fólki í svona ógeðskerfum andskotans sem að gera fullt af ógeðslegum hlutum. Og það það fólk sem ég að tala við. Og það eru prinsip úr Biblíu til dæmis, það sem að himnaríki í nánd, iðraðstu synda þarna og taktu við fyrirgefningu. Það má segja sko Núremberg 2.0 í nánd og þú veist, þannig að ef þið ætla að halda bara áfram í Núremberg, þá mjög líklegt að þið endið í snörunni. Ekki að ég sé að mæla með því, ég bara horfa á söguna sko. Og þetta fólk reynda telur sig vera að það með alls konar samninga við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Sameinuðu þjóðirnar og fullt af svona dóti sko. Og í þeim samningum stendur þetta fólk sé yfir lögin hafið, það getur bara gert hvað sem það því að það eitthvað svona get out of jail passa sko, og það gengur á meðan globalismin gengur sko. Síðan þegar globalismin hrynur, þá þetta fólk yfirleitt tekið að lífi í heimalandi sínu. Og meira að segja þú skoða þarna Illuminati spila leikinn, þá talað þetta sem taktík. Og þú lætur heimafólki gera fullt af ógeði, og nú ef það fer illa, þá það fólk drepið. Og þú búin að leysa málið sko. Þegar vondu verkamenni þínir þurrkast bara út. Þannig að ég líka alveg eins að segja þetta af umhyggju fyrir læknum hjúkrunarfólki, fjölmiðlunum og allstjórninni sko. Ég ekkert spenntur fyrir því að mæta með gálga niður á Austurvöll og fara hálshöggva á að hengja fólk sko. En þessi ferill sem núna í gangi endar þar. Það alveg ljóst. Þessi ferill mun enda með gálgum og hengingasnur. Og þetta eitt af síðustu köllunum á eftir ykkur til þess að koma út. Annað sem að Trúmann sagði við mig í viðtalinu mínu síðast. Þá var ég að tala hjúkrunarkonuna sem að lá á hurðarhúninum hjá okkur, þegar í símanum og vildi bólusetja börnin okkar. Þá sagði Trúmann, já, en hún hefur örugglega bara viljað gera það sem hún trúir að sé best fyrir börnin. Og ég sagði við hans að þessi hjúkrunarkona væri bara svo votta Jehóva á hurðarhúninum hjá mér og það var ekki séns að losna við hana. Nema ég þurfti að hóta henni sko. Og hann að segja, hún trúir þegar hún sé að gera það besta fyrir börnin. En það má segja það sama votta Jehóva. Votta Jehóvar trúa því að með því að frelsa þig og börnin, þá þeir að frelsa þig frá eilíðar eldi. Og sama með aðra trúboða, mormónuna sem banka hjá það reglulega,
þeir trúa því að þeir sé að gera gott, hjálpa þeir frá hennum eilífa eldi. Og það er svolítið skrítið að Truman, sem var svona opaslega gagnrýninn á trúarbrögð, að nota allar trúarbragða fallassíurnar sjálfur. Aldrei fyndið fyrir mig. En því miður þá er ég ekki með neina styrki eða stóðir fyrir utan einn einstakling sem er trúfastur í að styrkja Frelsi TV. Bara eins og klukka hver mánaðamót, bara dung. Og það eru nokkru þúsund kallar sem ég er mjög þakklátur fyrir. Og þannig ég hef í raun engan rekstrargrundvöll og þess vegna er ég í alls konar útilegum og upptekinu alls konar öðru. Þannig ég næ ekki að vera rödd nógu sterk eða stabíl rödd, sko. Og ég var nú gaman ef að fleiri hjálpuðu við alls konar hluti, eins og að væri sniðugt að vera með einhvern undirskriftasöfnu núna þar sem ég fengi þátt í lýðræðisútvarpinu, ríkisútvarpinu. Geti ég kannski fengið eitthvað að borga fyrir það. Og nú hafa forsætisráðherra og menntamálaráðherra verið að gera alls konar samninga við samtökin 78 og feministafélög og danska klubbinn og eitthvað svona. Það er spurning hvort að þeir gera ekki samning þá við Frelsi TV að kynna fyrir börnum og ungmennum samsæriskenningar. Hver segir svo ég sé ekki bjartsýnismaður. En allavega, takk fyrir komin í dag. Þetta er tekið upp fyrst á síman og síðan upplótað. Það er ekkert live í útilegunni, sko. En munið að styrkja Frelsi TV, munið að dreifa myndböndum og því sem ég er að gera, því að það er ljóst að ég er undir mikill ritskoðun á Facebook og YouTube. Og farið að gera kröfur það að ég fái þó ekki sína maður fram sem formaður ólöglegs stjórnmálaflokks á Íslandi, sem að endar sennilega með að ég þarf að gera útlaga stjórn líka. Hugsanlega þarf ég að stofna, ef valdstjórnin kemur svona fram við Víkingaflokkinn, þá þarf hann væntanlega að fara einhver aðra leiðir. Og í svona vandamálum þá er mjög algengt að séu stofnaðar útlagastjórnir. Og það er eitthvað sem ég er að hugsa núna, hvernig formatið væri á því til dæmis. Og Víkingaflokkurinn, það er einhverju tugir sem hafa skráð sig þar. Og það er bara mjög gott. Og á réttum tímapunkti reikna ég með að það streymi þúsundir þar inn. Þannig að ég er líka að auglýsa þess eftir starfsfólki þar með mér sem geta hjálpað mér að sjá það. Og og svo vil ég bara þakka ykkur fyrir að hlusta og verið sæl. Guð blessi ykkur.